Hingað komin Vilborg Davíðsdóttir, velkomin. Sko, fyrir fáum árum skrifaðiru bókina Auði, sem að fjallar Auði djúpúðgu náttúrulega, þessa miklu merkiskonu sem getið í íslenskum fornsögum. Nú ertu með bók númer 2, og hún fjallar líka Auði. Þetta önnur bókin í þessum flokki, Vígroði, og já, sögusviðið Bretlandseyjar, og Auður ekki ennþá komið til Íslands. Nei, það þarf eina bók til, svo ég viðurkenni það bara strax. Já, hvar sögusviðið? Þetta Norður-Skotland og svo eyjarnar og svo yfir til Írlands. Já, þetta eiginlega saga landnámsfólks Íslands sem kemur frá þessu svæði, sem verið miklu stærri hópur heldur en við svona almennt áttum okkur á. Þetta norrænt fólk sem hefur komið frá Noregi og Norðmenn sem leggja fyrst undir sig Hjaltland, síðan taka þeir Orkneyjar, síðan fara þeir til Suðureyja sem þeir kölluðu svo vegna þess að þeir voru suður á Orkneyjum, en eru vestan við Skotland, og síðan taka þeir Katanesið, eða Caithness og Suðurland. Það sem sagt nyrsti oddi Skotlands, sem náttúrulega hljómað dálítið undarlega eins og fyrir Bretum að næst nyrsta sýsla landsins heitir Sutherland, vegna þess að fyrir 1100 árum það ákvaða menn að svo væri í þeirra augum. Þannig að þetta fólki sem bjó á þessu svæði, þetta svona Auður bindur söguna saman, en þetta samt líka saga fólki í kringum hana, bæði karla, konur og börn. Það ríki norrænna manna á öllu þessu svæði á þessum árum, norrænna, og svo nær það alveg austur til alveg vestur til Dyflinnar og Írlands. Já, því að Ólafur hvíti, maður Auðar, hann var herkonungur yfir Dyflinni, og á þessum tíma þá að spretta upp svona skipavirki í það sem heitir Limerick í dag, og Waterford og Wexford, Veðrafjörður og Veisufjörður, og þeir írski munkar sem skrifa merkilega annálað hennar tíma, þeir nefna þessa bræður í Dyflinni, Ólaf og Auðgísl bróðir hans, talsast oft, miklu oftar en maður hefði átt að sjá á reyndu, segja meðal frá því að hafi gert þarna haugrof, brotist inn í Helgagröf, og munkarnir taka andköf af hneykslunni, þetta hefði aldrei nokkuð maður gert, þetta semst í Bóindalum, næst vinsælasta ferðamannastaður Írlands, næstu eftir Guinness, og þeir kalla þetta svæði sem var nefna áðan á Skotlandi, kalla þetta Loch Lan. Það land mannanna úr norðri. Þannig að þetta norrænn menningar heimur. En svo þú ert þarna með íslensku landnámsmenn, því að þarna Ingólfur Arnarsson og Hallveig Fróðadóttir þarna og Helgi Magri og fleiri sem koma þarna við sögu. Þetta náttúrulega allt meira og minna tengt Auði djúpúðgu. Þetta svo stór ætt sem að hún, afi hennar, af honum allt stórmenni komið á Íslandi, þessi landnáma, hvorki meira en minna. Þannig að það ekki bara það að hún á 4 systkini sem að öll nema land á Íslandi, reyndar utan eitt, Jórunn Mannvitsbrekka ekki nefnd í landnámi öðruvísi heldur en sem móðir Ketils Fíflska sem var námland á Kirkjubæ á Síðu, og hann barn í þessari sögu, og ég kem aðeins inn á það hvernig hann fekk þetta ólánlega augnefni Fíflski. Og síðan það náttúrulega þetta, eins og segir Helgi Magri, hann giftur Þórunni sem systir Auðar, þau taka Eyjafjörðinn. Björn Austrani reyndar ekki komið til sögu þarna, en við vitum hann tók Snæfellsnesið, Auður tökur Vesturlandið, Helgi Bjólan, bróðurinnar, hann leggur undir sig Kjalarnes, hún útleita land í landnámi Ingólfs vegna þess að hann giftur dóttur hans. Það höfum við úr sögunum. Þannig að þau raðar sér nánast allt landi. Ég hugsa að Austfirðirnir hafa bara verið búnir þegar þau voru að koma. Þannig að þetta tengist út allt land, þessi fjölskylda. Og síðan eru bræðrungar sem að raða sér á Suðurlandið. En þetta heiðið fólk á þessum tíma. Já, þetta heiðin heimur. Þú lýsir heiðnum heimi þarna. Já, ég hef alltaf verið mjög áhugasöm þessa heiðinu, þessa norrænu trú. Hvernig trúarbrögð voru þetta? Hvað getur maður skaldað í götin sem að Snorri skildi eftir fyrir að skrifa þetta sína? Og ég hef búin að raða saman, svona eins og eftir bestamægni, svona þeim heimi sem ég held að fólk hafi búið við, hvaða skorður voru fólki settar. Tek svolítið sterkt inn hefndarskilduna sem náttúrulega svo rík í Íslendingasögunum og sýnir svona svolítið hvernig hún hvílir líka á konum og hvers vegna konur eru ögra mönnum til hefnda og svo framvegis og hvaða áhrif það hefur svona á hvernig lífið verður svo. En þetta ansi breið og mikil saga sem þú ert að segja þarna, þó að Auður þarna í forgrunni, þá þetta mjög stórt sögusvið og stór saga. Þetta kannski, ég kannski að reyna að sýna eitthvað þversnið af þessu samfélagi.
með því að nýta úr ýmsum áttum til dæmis sko þekkja kannski einhverjum sem þekkja Laxdælu vel, þekkja seiðgaldur og óveðri kallað yfir skip til þess að hefna, harma. Þarna til dæmis líka atburður sem kannski mjög ólíklegur en hérna fyrir fólki fyrir lesenda en engu að sér með fyrirmynd úr Íslendingasögunum, Íslendingaþætti þar sem að segja frá því að ungu dreng hún með meina að taka þátt í knattleik vegna þess að hann of lítill og það skilyrði að þú verður að hafa blóðga skepnu til að fá að vera með. Þetta ekki uppspunnið mér en í þessum Íslendingaþætti þar sem segja frá þessu þá fer þessi 5 metra gamli drengur heyrðu hvernig ég var að tala, ég eins og fornmannskja 5 ára gamli drengur hann fer og finnur spjót og drepur trippi föður síns, Illing og stingur bara spjótinu í pén og hrossinu og þegar faðir hann spyr hvað var með Illing þá sagði hann, ég ætla bara ekki að láta henda það aftur að ég missi á knattleik og þetta hugmyndin sem kemur að þarna ákveðnu atburði í sögunni þegar Ketill Fíflski útilokað frá því að vera með strókunum. En það heilmikið rannsóknarvinna á bak við þetta Já, það nú hann verður meira og minna til við rannsóknar við það ég að lesa og grúska líka við landakortinu og skoða öll þessi mér finnst spennandi örnefni ég alveg á kafi í örnefnafræðinni öll þessi örnefni sem eru á Skotlandi þeir eru svo miklu fleiri nákvæmlega ég fór aðeins með skoskri vinkonu minni sem hérna átti fullt af fólki með að halda okkur vitlausum megin á veginum á meðan ég bara lét dæluna ganga það hvað öll þessi örnefni merktu vegna þess að þau eru náttúrulega löngu búin að týna því Skrapst til dæmis á norðanverðu Skotlandi rétt hjá Þórsá það hefur einhvern tímann heitið Skarabólstaður segir Orkningasaga svo hefur það bara þjast saman á 1000 árum. En þú þarft svo að halda áfram og fara vestur í Dali, ekki? Jú. Þú þarft að klára söguna það. Ég þarf að koma inn í vestur í Dali, en sko þar náttúrulega komið svo mikið sögur frá bara beint upp á landnámi á Laxdælu. Þannig að það verður kannski vandinn mestur að gera eitthvað sem verður óvænt, sko. Það verður minna framlag frá skáldskaparframlag. Já, ég verð nú finna einhverja leiði út úr því, sko. Takk fyrir að koma í þáttinn, Vilborg.